From the homeless to the famous and in between. 'Cause she formed us, you made us carefully. Þið hafa haft góða nætur. 'Cause in the end. Eru þið búin að bursta tennurnar? Gott mál. Hér að hefjast næsta stund. Það er nýr liður í kótmóti, svokallaðar pallborðsumræður, þar sem velvaldir einstaklingar munu svara spurningum okkar endatíman. Það hún Guðbjörg Guðjónsdóttir sem stýrir stundinni en í settinu, í sófasettinu, munu Ágúst Valgarð, Lilja Óskarsdóttir og Helgi Guðna sitja og svara þessum spurningum okkar. En við ætlum að byrja á því að syngja allavega svona eitt lag eða svo. Og áður við gerum það ekki aðeins að teygja úr okkur, nauðsynlegt svona á morgnana og svo bara förum við inn í sal og byrjum stundina. Góðan daginn. Já, þarna kom þetta. Dásamlegt. Skulum standa upp og lofa Guð saman. Taka einn gamlan góðan sálm. Sælu dreymandi, sorgum gleymandi, hvíli ég í ástarörmum hans. Friðinn teygandi, frelsið eigandi, hvíli ég í ástarörmum hans. Hvíli, hvíli, hvíli ég í faðmi frelsarans. Hvíli, hvíli, hvíli sæll í ástarörmum hans. Blessuð angandi, blóminn fangandi, hvíli ég í ástarörmum hans. Líf mitt yngjandi, upp og syngjandi, hvíli ég í ástarörmum hans. Hvíli, hvíli, hvíli ég í faðmi frelsarans. Hvíli, sæll í ástarörmum hans. Aldrei syrgjandi, óttan byrgjandi, hvíli ég í ástarörmum hans. Heimir fjær og fjær, drottning nær og nær, hvíli ég í ástarörmum hans. Hvíli, hvíli, hvíli ég í faðmi frelsarans. Hvíli, hvíli, hvíli sæll í ástarörmum hans. Hvíli, hvíli, hvíli ég í faðmi frelsarans. Hvíli, hvíli, hvíli sæll í ástarörmum hans. Takk kærlega fyrir þetta og velkomin á samkomu. Þetta verður svolítið öðruvísi samkoma en ég vona að við höfum öll gaman að. Það er alltaf gaman þegar það verður að fjalla einhver málefni sem að varða trúna, sem varða orðið biblíuna. Ég heiti Guðbjörg Guðjónsdóttir og bara ætla aðeins að segja nokkur orð í upphafi. Í dag bara svona fyrir létt yfir dagskrá dagsins, það er AA-fundur klukkan 12:30 niður í bíósal í kjallara hússins. Það verður karneval klukkan 2 á Hvolsvelli.
Klukkan 15:30 verður líka í bíósalnum kynning á mæður í bæn og það eru allar konur hjartanlega velkomnar hvort sem þið eru mæður eða ekki að þá eru þið velkomnar að koma og kynna ykkur þetta frábæra starf. Klukkan 16 er svo bænastund, ég held að það sé líka niður í bíósal og svo klukkan 19 er samkoma hér í þessum sal og barnamótið að sjálfsögðu með sína samkomu hinum megin í húsinu og klukkan 22 varðveldur hérna upp frá og klukkan 23 unglingasamkoma inn í barnasal. Þannig að það er nóg að vera í dag og það er dásanlegt að að geta komið á kvótmót og það er bara nóg í boði fyrir alla. Þannig að þetta bara, við með eftir að dásanlega dag. Ég ætla að benda ykkur líka eitt og nú erum við að fara að ræða endatíma og ég hef heyrt á spjalli mínu við fólk undanfarna daga að sumir svona óttast pínulítið þetta efni, finnst þetta óþægilegt að tala þetta. Þess vegna er svo gott einmitt að hlusta og fræðast hjá þessu fróða fólki sem ætlar að sitja fyrir svörum á eftir. Við erum búin að bjóða fólki upp á að sitja miða spurningar í kassa hérna frammi yfir helgina þannig að það verður ekki hægt að koma með spurningar úr sal en eftir stundina og bara helgina þá hvet ég ykkur til ef það brenna einhverja spurningar á brjósti ykkar eða ef þið eruð óttaslegin eða kvíðið eða vitið ekki alveg hvernig þið hafa ykkur varðandi þetta málefni að endilega tala við eitthvað af þessu fólki sem að situr hérna uppi og eftir og eins bara tala við eitthvað sem að þið treystið og getið fengið fyrirbæn vegna þess að þetta er efni sem við þurfum ekki að óttast, þetta er mitt von sem að Drottinn gefur okkur. En í gömlu sálmabókinu okkar, Hörpustrengjum, þá er sálmur sem að hún Sigríður Halldórsdóttir orti sem að byrjar svona: Vort líf það er sigling á æðandi öldum, á aldimri nótt gegnum boða og sker, en áfram þó leiðinni hyglóst við höldum, vor hjartkæri frelsari skipstjórinn er. Svo örug við höllum oss upp að hans hjarta, því aldrei vor frelsari stýrir af leið, sé báturinn lakur og spyr ekki að kvarta, því bráðum á himni er þrotin öll neyð. Það er eitt sem við vitum fyrir víst og það er að einn dag munum við kveðja þetta líf, hvort sem við deyjum eða munum upplifa þann tíma þegar að Kristur kemur aftur og tekur okkur til sín. Á þann hátt að verðum við hrifin upp til dýrða Drottins. En hvar stöndum við í dag? Munum við, börnin okkar eða barnabörn upplifa endurkomu Jesú Krists? Þurfum við að óttast þennan tíma eða eigum við að taka honum fagnandi? Sjálfsagt brenna margar spurningar á okkur og kannski hafa einhverjir hér inni ekkert hugsað neitt út í þetta. En öll þurfum við að halla okkar að brjósti Jesú og leyfa honum að stýra bátnum. Þegar við hugsum Biblíuna og síðustu tíma er það líklega Opinberunarbókin sem að kemur fyrst í huga okkar. Bókin sem var gefin á tímum ofsókna. Þessi bók gaf hinum kristnu von eilíft líf. Vonum að baráttan yrði senn á enda og gleði og fögnuður væri framundan. Vissulega er hún líka áminning hvernig haga skuli lífinu, en það er alltaf gert með kærleika og hvað hægt er að gera til að snúa við. Í Opinberunarbókinni 3:11 stendur: Ég kem skjótt, haltu fast því sem þú hefur til þess að enginn taki kórunu þína. En ég vil bjóða á pall Fanny Tryggvadóttir, hún ætlar að stýra spurningunum og umræðinni. Helga Guðnason, Ágúst Valgarð Ólafsson og Lilju Óskarsdóttir. Gjöru þið svo vel. Með gefa þeim gott klapp.
Góðan daginn. Og góðan dag. Gaman að sjá ykkur svona mörg. Ég efast svo sem ekki að það ég eftir að fjölga í hópnum eftir því sem líður á. En allavega, það eru margir greinlega spenntir fyrir að heyra það sem að þessir ágætu gestir okkar hafa að segja. Og það ekkert ráðist á garðin þar sem hann lægstur. Allavega finnst mér það. Mér finnst þetta efni sem við vitum að það svolítið umdeilt kannski. Og hugsanlegt að komi fram eitthvað ólík sjónarhorn hjá þeim hér. Við sjáum til. Það verður spennandi. Vonandi engin rifrildi samt. Heyrðu, þá svara ég þessu bara það slökkt á þeim. Grín. Hvað segir Ágúst? Dattir eitthvað í hug? Já, við vorum einmitt að velta því fyrir okkur hérna fyrir samkomuna. Það eru staplega steinum hérna á horninu á sviðinu. Hvort að þeir væru tilbúnir þannig að þið gætu grýtt okkur ef ykkur líkar ekki svörin. Eigum að fá hljóð á Helga og Lilju? Það bara búið að stoppa okkur aðra við byrjum. Hljóðmaðurinn með einhverja skoðanir á þessu öllu. Það vantar bara Lilju. Og Lilja ætlar einmitt að svara fyrstu spurningunni hérna í dag, þannig að við verðum endilega að fá hljóð á hana. Próf? Já, Skiptum bara. ok. Það komið á því núna. Það alltaf... Tæknin aðeins að stríða okkur, eins og mann segi alltaf. Heyrðu, þá bara Lilja, þá færð þú fyrstu spurninguna, hún hljóðar svo. Við höfum heyrt talað að Jesús komi á skýjum himins, 1000 ára ríkið, djöfullinn bundinn, brúðkaup lambsins, djöfullinn leystur aftur, ný jörð, eilífðin. Er þetta eitthvað sem við boðum ennþá og í hvaða röð eru þessir atburðir? Þetta heilmikið spurning. Þetta heilmikið spurning og kannski það sem ég datt í hug þegar að þessi spurning kom í hérna, er þetta eitthvað sem við boðum ennþá? Og þá bara auðvelt að leita í kenningar Hvítasunnu-kirkjunnar sem eru til á netinu og þar í 3:6 stendur bara við væntum endurkomu Jesú Krist þegar hann hrífur kirkju sína til fundar við sig. Eftir fyrirheiti hans væntum við nýs himins og nýrrar jarðar þar sem réttlæti býr. Svo já, við boðum þetta ennþá og þetta svona í grunnstóðum okkar kenninga. En í hvaða röð þetta það kannski ekki allir sammála það sem skiptir ekki öllu máli. Við trúum því að þetta séu atburðir í framtíðinni sem sem von okkar. Þetta eitthvað sem er tilhlökkun. Ef við eigum lifandi trú á Jesú Krist, ef við eigum frelsið í Jesú Kristi, þá er þetta eitthvað sem við væntum og við hlökkum til. En þetta líka viðvörun til þeirra sem ekki eru búin að gera sína útvalningu og köllun vissa. Þetta viðvörun. Gerðu eitthvað í þínu málum. Vertu tilbúin. En ég myndi raða upp þessum atburðum þannig að við sem eigum trú á Krist verðum hrifin upp til funda við hann áður en þrengingin mikla byrjar. Síðan verður brúðkaup lambsins. Síðan kemur Jesú aftur úr skýjum himins. Þegar Satan er bundinn og Jesú setur 1000 ára ríkið á stopp. Eftir það er Satan leystur skamma stund og það verður loka uppreist og dómur yfir þeim sem ekki eiga lifandi trú. Og síðan býður okkur eilíðin og nýr himinn og ný jörð. Þannig myndi ég raða þessu svona í fljótu máli. Við tölum meira af þessum atburðum. Það eru spurningar sem að koma inn á þessi atburði, en það er bara margt það að segja og kannski leyfi ég
einhverjum öðrum að koma af stað. En þegar fylgjendur Jesú sá hann stíga upp til himins, þá voru þeir fullvissir að hann myndi koma aftur. Og eftir því bíðum við. Já, takk fyrir þetta, Lilja. Ágúst. Já, ég ætla bara aðeins að nefna, takk fyrir þetta, Lilja, að því að alltaf þegar við erum að tala brúðkaup, þá er svo gott að hafa í huga hvernig brúðkaupsriðir voru í Ísrael á tímum Jesú. Og þá var það þannig að fyrst að gerður samningur við foreldra brúðarinnar. Það var fyrsta stigið. Svo annað stigið var það að brúðkaupinn, hann kemur, þó gjarnan kvöld eða nótt. Þú vissir hann væri á leiðinni, en þú vissir ekki nákvæmlega hvenar. Og hann kemur og sækir brúðina og fer með hana heim til foreldra sinna. Og svo þegar þetta tvennt hefur gerst, þá kemur þriðja stigið sem er sjálft brúðkaupið. Og þannig þegar við erum að tala brúðkaup landsins hérna, þá er svo gott að hafa þetta í huga, að því að við vitum að búið að gera samningin. Jesús fór á krossin og dó fyrir okkur, ekki satt. En við erum ekki búin að sjá stigið númer 2, þar að segja, Jesú er ekki búin að koma og sækja brúðina. En hann talar oft þetta, að vera tilbúinn, þú veist, hann getur komið nótt og allt þetta. Og svo þriðja stigið brúðkaupið sjálft sem við lesum þarna. Athyglisvert. Helgi, vilt þú bæta einhverju við? Ég kannski bara tala þangað til að, hún fæði bara nýjan. Ég hugsa að við eftir að tala meira þetta í spurningunum sem koma eftir. Já. Og það sem að mér finnst líka mikilvægt er svo Lilja bendir á að þetta er í trúnni okkar. En ég las einu svona sögu það voru samtök í Bandaríkjunum sem voru að fjalla þetta efni. Það voru allir sammála vissa hluti með endatímana og eitt af því var yfirvofandi endurkoma Jesú Krists sem á ensku var imminent. Og svo kom í ljós á einhverju þingi að það skiptist hópurinn í tvennt. Fyrir sumum var yfirvofandi, gæti gerst hvenær sem gæti gerst í dag. En svo var helmingurinn cirka sem var trúið að yfirvofandi þýddi viss atburðarás fer af stað sem á endanum leiðir til. Þannig að Jesús gæti ekki komið í dag. Og það var þarna klofningur í þessu ágætastarfi og eru til 2 hópar sem hættu að boða Jesú Krist gagnvart þeir sem ekki þekkt hann og fóru að reyna að sannfæra hver annan að hann gæti komið annaðhvort strax eða þurfi vissir hlutir að gerast. Ég held að aðalatrið er bara að hann kemur aftur og þá er gott að vera tilbúin. En það voru allir búin að vera í friði með þeir heldu, þú voru saman orðið yfirvofandi, þú voru ekki saman hvað það þýddi. Og það er oft í þessu og ég hugsa og mér er svo gott að finna bara tónnin í sem umræðum er strax svona, við ættum að halda okkur við aðalatriðin. Þetta er eitthvað sem á að sameina okkur, eitthvað sem á að hvetja okkur og styrkja okkur í trúnni og hvetja okkur í því að nálgast Guð en ekki að sundra okkur. Þetta eru hlutir sem að einn daginn kemur til ljós og eins og einhver sagði, himnaríki verður fullt af mjög auðmjúkum guðfræðingum. Ég vil aðeins að skjóta inn í þetta, svo flott sem Helgi er að segja að það er almenn svona þumbutaregla þegar við lesum Biblíuna að það sem að Biblían er afgerandi það skulum við vera afgerandi Það sem Biblían er ekki afgerandi það skulum við ekki vera afgerandi og sannarlega ekki láta það valda viðskilnaði við bræður og systur. Einmitt. Og það er einmitt þetta með spádóma. Það er eitthvað sem ég man eftir bók sem heit Spádómarnir rætast og við höfum heyrt talað spádóma og alveg frá því að ég frelsaðist þá hefur maður heyrt alls konar spádóma í Biblíunni og það er vissulega áhugavert þó hægt sé eflaust að gleyma sér líka í því og týna kannski aðeins aðalatriðunum ef maður kafar of djúpt í þetta en Ágúst, engu að síður eru ákveðnir spádómar sem að við vitum að munu rætast áður en Jesús kemur aftur. Það er einhver svona punktar þarna sem að við getum hort á og vitað, ekki satt. Jú, klárlega og mér finnst alltaf gott að hafa stóru söguna í huga þegar við erum að skoða þessa viðburði. Við vorum að tala það hérna á fimmtudagskvöldið og það sem við vitum til dæmis fyrir víst ef við skoðum Mattheus 24 að Jesús segir beinum orðum að fagnarerindið ríkið verður predikað alla heimsbyggðina, öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma. Og Jóhannes skýrari talar að öxin er þegar lögð á rótum trjánna. Hvert það tré sem ber ekki góðan ávöxt verður hoggið upp. Samhengið er þetta, kæru vinir. Eina ástæðan fyrir því að við erum hérna núna er að við höfum tækifæri til að kynnast Jesú.
Það eiginlega eins og að Guð sé búinn að gera upp þennan heim, búinn að leggja öxina á rótum trjánna, en svo klippir hann inn svona auka tíma, svo smellir honum inn í tímalínuna og tilgangur með þenn tíma, sem tíminn sem við lifum á núna, að við höfum tækifæri til að snúa okkur til Jesú. Þannig að þetta klárlega einn af stóru spádómurum að allar þjóðir fái tækifæri til þess að heyra fagnaðarerindið. Og ritningin tala meiri segja það að við getum flýtt fyrir komu Jesú ef við erum duglega að predika fagnaðarerindið, sem að frekar magnað. Annars spádómur sem talar í Daníelsbók viðurstig eyðingarinnar, Daníelsbók 9. Svolítið til að lesa í nákvæmlega hvað það snýst, sumir segja að það hafi þegar gerst. Og svo talar Jesús líka annar staðar í Mattheus 24 að kærleikur flestra muni kólna. Það eitthvað sem ég hef oft fyrir framan augun á mér þegar maður heyrir af hungri, maður heyrir alls konar viðburðum og það svo auðvelt að það erfitt að láta hjarta sitt finna til þegar aðrir þjást og það auðvelt leið út úr því að bara loka sig af frá því, skilurðu, og láta hjarta sitt harðna og þá kólnar kærleikur þeim. Það erfitt að elska og horfa á þjáningu á sama tíma. En það þess að Jesús að segja, þú þarft að vera í þessum heimi og gera þitt besta, lifa og flæða kærleika hans, en það líka þýðir það að þú sér þjáningun og neyðina og þú finnur til. Einmitt. Kannast örugglega margir við þessa tilfinningu að bara Jesús ferð ekki að koma aftur. Getum við hort upp á alla þessa þjáningu og hörmungar mikið lengur? Já. Hvað segir Helgi? Viltu bæta einhverju við þetta? Sem að, eða Lilja? Það þetta margir spádómar, en í raun og veru kannski að gerir það okkur ekkert að vera að fara út í smáatriðin. Þetta bara að við séum tilbúin. Það það sem skiptir máli. Ekki vera að horfa í einhver smáatriði sem að já, þetta rætast núna eða þetta rætast núna, heldur ertu alltaf tilbúin, alla daga. Ég myndi segja líka þetta er kannski pínu overkill, við erum öll búin að segja það, en mér finnst það samt svo gott að því að hafa minnst að í byrjun að sumir svona hugsa endatíma að upplifa ótta og annað. Mér finnst svo mikilvægt að þegar við tölum hvaða spádómar rætast áður en Jesús kemur, að við festumst ekki í því þegar mér finnst að vera tilhneiging hjá okkur, bæði þegar við fyrir að tala hluti eins og endatímar og hver antikristur og eitthvað, eða þegar við fyrir að tala hvort það sköpun og vísindi eða annað, að það ákveðin hætta þarna að við getum verið að stúdera Biblíuna allan daginn, fjalla trúmál allan daginn, en skoða Biblíuna á þann hátt að það á aldrei við hjart okkar. Og ég hef bara séð að við getum, að svo auðvelt að festast þar að og við svæfum okkur, því við erum alltaf að eiga við Biblíuna, en við erum ekki að spegla okkur í henni. Þannig að þegar kemur að spádómar áður en Jesús kemur aftur, að það svo mikilvægt að við séum alltaf meðvituð bara að ég þarf bara að vera tilbúin þegar hann kemur. En eins og Ágúst nefndi, það er talað þrenging, það er alltaf talað það verður mikil þrenging og það talað það verði ofsóknir og það talað það verði erfileikar og það verður fráhvarf. Það kemur víða fram í orðum Jesú, hann segir margir munu koma fram í mínu nafni og þeir munu afvegaleiða marga. Og hann segir, jafnvel hinir útvöldu myndu afvegaleiðast ef það væri hægt. Að það verður á endatímanum eitthvað falskt fagnaðarerindi, það verður eitthvað, og hann talar að verði tákn og undur, að það verður allavega mjög auðvelt að fara að fylgja einhverju sem ekki alvöru. Og það finnst mér vera, maður getur að hugsa það gerist í framtíðinni, en ef maður bara tengir það við daginn í dag, við þurfum að vera vakandi. Ég þarf að gæta þess að láta ekki berast með hvaða kenningarvindir sem því að villa alltaf til staðar. Það alltaf til fólk sem kemur í nafni Jesú Krist, jafnvel úlfurinn fer í sauðageru, hann lítur út eins og jafnvel gerast undur og tákn. Og það jafnvel í Gamla testamentinu, þá gerðust undur og tákn og Guð leyfði það til þess að prófa fólkið. Að falsspámenn gátu jafnvel framkvæmt kraftaverk. En ef þið voru að kenna það sem var rangt, þá átti það að vera mælikvarðin, ekki kraftaverkin. Og það í öðru Þessalónikubréfi, mér finnst Þessalónikubréfin vera svolítið góð, þau fjalla endatímana. Að þar sett kirkja sem að upplifi mikinn ótta,
að þau halda að þau hafi mistað endurkomunni. Þau halda að Jesús sé þegar kominn og þau voru skilin eftir og þá var lagið I wish we'd all been ready samið. Það sem ekki vissu það. Nei. Þeir sem voru í kirkjunni svo hvað 1990 eitthvað þegar það var endatímamynd þar sem allir voru hippar og sungu I wish we'd all been ready. En þessa mynd var kannski 1970. Og það segir í öðrum kafla annars Þessalóníkubréfs sem við bara lesa það frá fyrsta versi. En að því varðar komu Drottins oss Jesú Krist og að við söfnum til hans, biði ykkur bræður og systur að vera ekki fljót til að komast í uppnám. Það mjög gott að þetta kemur bara strax. Eða verða hrædd. Hvorki þótt vísa sér til andavitrunar, blóðmána, nei ég bætti þessu við, fyrir ekki, hvorki þótt vísa sér til andavitrunar né einhvers sem ég á að hafa kennt eða skrifað að dagur Drottins sé þegar fyrir höndum. Látið engan vill ykkur á nokkurn hátt. Ekki kemur dagurinn, og þarna fyrir að vísa í hlutir sem þurfa að gerast áður. Ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst og maður lögleysisins komi fram, sonur glötunarinnar, sem setur sig á móti Guði og hreykir sér yfir allt sem heitir Guð eða helgur dómur, sest í musteri Guðs og gerir sjálfan sig að Guði. Nákvæmlega hvernig þetta muni líta út getum við ekki alveg sagt til en mér finnst það svo gott að áður en að þetta gerist það verður eitthvað mikið fráhvarf, það verður eitthvað mikil svona verping eða rangsnúning á fagnaðarerindinu. Fólk mun í stóru stíl snúa sér frá trú og eins og mér finnst lýsingin kærleikur mun kólna, mér finnst það segja svo mikið, kærleikur flestra mun kólna. Og mér finnst, og þetta ekki hluti sem við sjáum allt í kringum okkur, maður svo hissa hvað fólk getur verið hart gagnvart þeim sem í neyð, hvað fólk getur verið hart gagnvart þeim sem þjást og hart gagnvart fólki sem líkt í á svo margan hátt. Að þegar kærleikurinn kólnar, þegar að jafnvel trúin hafa verið erfitt að finna kirkju sem ekki bara komin á villigötur og þjóðfélagið bara andsnúið Guði, það byrjunin. Og svo verður einhver maður, við vitum ekki alveg nákvæmlega hvernig það sem að krefst tilbeiðslu, bara eins og Rómakeisari gerði. Að það verður þannig að það verður í rauninu kostnaðarsamt að fylgja ekki tíðarandanum, að tilbiðja ekki þennan mann lögleysisins eða antikrist eða hvað við köllum hann. Og það verður svolítið svona sigtun á hverjir eru læra svona Jesú Krist og hverjir ekki. Og ég hugsa í rauninni það sem við munum sjá bara meira af því sem við sjáum í dag, bara miklu verra og miklu alvarlegra. Og mér finnst líka gott bara að setja í þetta samhengi, vorum að ræða þetta hérna áðan að þegar við tölum þrengingar, ég heyrði það sögu að tengdapabbi Billy Graham, hann var kristnibúð í Kína og þegar kommunistarnir tóku yfir þá var hann rekinn út eins og allir aðrir kristnibúðar og svo bara landið lokað lengi og svo opnast landið að hann getur alltaf komið eftir sem ferðamaður og hann fer í þorpið þar sem hann var og hann sér að kirkjan ekki lengur til staðar og hann sér fólk sem hann þekkir en fólk, það svona sjá hann ekki, hann bara horfir í gegnum hann og lappa fram hjá hann, hann bara virðir hann ekki viðlits. Og svo nær hann loksins að hann króar einhvern mann af og bara ég þekki þig, þú heitir þetta, manst ekki eftir mér. Og þá horfir maðurinn á hann og segir jú ég man eftir þér en ég þekki þig ekki. Og hann verður rosa hissa og svo segir hann, þú sagðir okkur að Jesús myndi taka okkur í burtu áður en þrengingin kæmi. Og þú fóst og þrengingin kom og við vorum hér allan tíman. Og þá upplifðu þau þegar kommunistarnir komu með allt ofbeldið og ofsóknirnar og maður spyr sig hversu miklu meiri þrengingar hægt að upplifa. Eins og kristnir menn hafa upplifað í Sýrlandi og í Írak. Hversu miklu meiri þrengingar hægt að upplifa. Og í dag segja tölur okkur, og þetta ekki frá kristnum mönnum, bara almennar tölur, 80% allra trúar ofsókna í heiminum í dag beinast gegn kristnum mönnum. Þannig að við á Vesturlöndum erum eiginlega undantekningin. Það eiginlega undantekning að við erum hér að tala ofsóknir sem eitthvað fræðilegt og mögulega í framtíðinni. Að það verða ofsóknir allan heim, þær verða algildar og þær verða mjög alvarlegar. Og við þurfum bara að vera tilbúin, alveg eins og trúsíski okkar út allan heim. Þannig að við munum sjá meira af því sem við sjáum í dag og það verður kannski alvarlegra og hvernig sem það fer að þá þurfum við bara að vera tilbúin. Já. Mikilvægt að gleyma ekki að beina sjónum sínum til Jesú því að hann allavega sá sami og við vitum að hann bregst okkur aldrei og
gefur okkur þann frið sem við þurfum. Það auðvelt kannski að fara inn í svona pínu ótta eða óvissu þegar talað þetta efni og þetta ekkert létt meti. En Helgi, kannski svolítið í framhaldi af þessu sem við erum búin að vera að tala með endatíma, ný jörð, nýr heiminn, hvað þýðir þetta og hvernig mun heimurinn líða undir lok, þessi heimur sem við lifum í, hvað þýðir það? Já, það við vorum einmitt að ræða þetta án og mér svo fyndi að svara svona einhverju djóki þessi, hann mun ríður drók með skilvirkum hætti, Guð mun gera það mjög vel. Nei, að það er svo mikilvægt að við horfum á þetta allt saman með þeirri von. Þetta er ekki sagt til að hræða okkur, þetta er ekki kenningar sem eru til að við bara allt mun enda og það er engin von. Og ég sá eitthvað grín myndband þar sem Jesús er að halda fjallræðina, þetta er svona eins og við oft ímyndum okkur og hann segir ég er komin til að segja, ég hef gert mörg undur og tákn og kennt ykkur mikla hluti bara til að segja ykkur þetta, þið eru öll ómöguleg, það er engin von. Sem svo innilega ekki það sem Jesús kom til að gera og alveg með þetta er ekki til að við verðum óttaslegin að það er þessi von nýja jörð og nýjan himinn að það sem réttlætið býr eins og að vera að vísa í skrif Péturs postula að það sem að mun koma er Guðs ríki í allri sinni mynd og það sem að kemur er Guðs vilji mun verða á jörðu sem á himni og það verður réttlætið á jörðinni synd og ílsku verður eitt og nákvæmlega hvernig það gerist ég veit að, ég held að Ágúst var búin að undirbúa eins betra svar við þessu heldur en ég en það verður, hvernig sem það verður þá gerist það þannig að niðurstaðan verður svo að það verður svo paradís sem Guð skapaði þessa jörð til að verða mun verða niðurstaðan og já og það er bara í rauninni mín endatíma Guðfræði mjög einföld þetta endar vel Já, Ágúst, ertu sammála því? Já, algjörlega og það er rosalega gott held ég að stilla upp þessum tveim valkostum sem við höfum, þar að segja heimsmynd þar sem að Guð er til og heimsmynd þar sem að engin Guð er til og við á Íslandi tökumst náttúrulega mikið á við það sem að runni Guðleysi eða atheism virðist vera vaxandi ef eitthvað er. Þessi heimsmynd þar sem að engin Guð er til í rauninni miklu myrkari heldur en heimsmyndin þar sem að Guð er til. Af því að þú skoða bara vísindahyggjuna og ég þekki nokkra vísindamenn, ein vinur minn sem segir að þegar ég fór að lesa vísindin þá varð ég svo döpur af því að það var engin von í vísindahyggjunni. Af því að við erum með mikla kvell, og heimurinn er að þenjast út og annar lögmál varmafræðarinnar segir okkur að smásaman mun orkan í heiminum dreifast jafnt yfir allan heiminn, allar sólir munu kulna út og þetta gerist þetta langt inn í framtíðinni en það er heims framtíðasýn svona pjúra vísindahyggju að heimur bara klárast og allt fer. Það er engin von í því. Þannig í rauninni allt sem að ég og þú byggjum upp það mun eyðast og verða engu í heimi vísindana það sem engin Guð er til. Ef við svo stillum því upp við hliðina á heimsmynd þar sem að Guð er til þá sjáum við að akkurat þessi sköpun sem við erum á mun líða undir lok af því að Guð mun gera alla hluti nýja en þá vísa ég aftur það sem vorum að tala áðan. Tilgangurinn, Guð mun stöðva allt illt í veröldinni og hann er þegar byrjaðar á því bara eitt hjarta í einu. Guð geti fjarlægt allt illt úr heiminu bara svona en þá þetta hann að drepa allt fólkið því að uppspretta ílskunar fyrst og fremst í okkar eigin hjörtum, ekki satt? Þannig hann gefur okkur Jesú til að við gefumst honum og Jesú innan frá út umbreytti hjarta okkur og fjarlægi ílskuna og drægi eitrið út úr okkur. En þeir sem vilja það ekki, á einn góðan við þetta, mun Guð setja niður fótinn og segja ok, nú stoppum við þetta og nú stöðum við allt illt og þá mun þessi sköpun líða undir lok eins og Helgi var að lýsa og nýtt taka við. En þetta er mikilvægt held ég að átta sig á því að heimsmynd án Guðs, hún er miklu myrkari. Já. Einmitt. Ég er að hugsa að því við töluðum aðeins það áðan að það er erfitt að horfa upp á ílskuna í heiminum og kærleikur fólks kólnar og þú nefnir þetta með að í Guðs
sem sagt í framtíðinni þá verður heimur án ílsku. En mér langar bara aðeins að spyrja kannski Helgi, hvernig finnst þér, hvernig á maður helst að nálgast þetta með að horfa upp á allt þetta slæma í heiminum? Hvernig getum við lifað í þessum heimi og ekki mist móðinn og hvernig getum við stundum langar mann að biðja fyrir bara öllu í heiminum en svo gefst maður upp og kannski biður ekki fyrir neinu af því manni finnst svo margt hræðilegt. Ég þekki einn lítinn strák sem einmitt hætti að biðja því að honum fannst svo erfitt að biðja fyrir öllu sem að hvílda á hjartans og hann einhvern veginn bara misti móðun og gafst upp. Hann var barn reyndar en mörgum kannski líður svona. Þetta svo yfirþyrmandi. Og ég held að þetta sé bara eins og með bara svo margt annað. Hvernig borðar maður fíl, eitt bita í einu. Og ég held að þetta skiptir miklu máli sko að vera trúr yfir litlu og þá verður manni trúa fyrir meir. Og það þess vegna sem ég sko er svo fullur af von fyrir kirkjuna. Að oft haft eftir þau orða sko lokal kirkjan von heimsins og það alveg það engin ein kirkja sem getur bjargað öllum heiminum en við getum skipt máli þar sem við erum og þegar við sjáum sko ílskuna í heiminum við getum ekki hjálpað öllum og við getum ekki lagað allt en við getum byrjað okkar nær umhverfi og það raunin þessi bæn sko þegar við byggjum minnst svo merkjað við erum að tala heimsendi og þá mun Guðs ríki koma og Guðs vilji verða svo á jörðu sem á himni en sko, þegar við predikum Guðsríkið hér og nú, það að Guðsríkið getur komið hér og nú og Guðs vilji getur orðið hér og nú í mínu lífi. Þó það væri ekki meira en það. Og Guðsríkið getur birst í því hvernig við lifum í okkar daglega lífi. Það fólk í kringum okkur sem á enga von. Það fólk í kringum okkur sem að ber sko, sársauka sinn í hljóði og enginn veit. Og það svo dýrmætt ef ég og þú erum ljós og salt þar sem við erum. Ef við erum farvegur Guðsríkisins þar sem við erum, að þá erum við að breyta heiminum eitt líf í einu. Og það svo dásalegt og ég einhvern tímann, það var eitthvað sem reiknaði út, ég ekki nóg mikið Excel-skjal til að nenna því sjálfur, það var einhver maður sem var, ég held að hann hafi sko verið leiðtogi fyrir kristniboðssamtök og hann reiknaði út ef að einn maður leiðir einn til trúar og hjálpar honum í heilt ár að vera lærisveinn. Og svo eftir það ár, að þá leitar hann einhverjum öðrum sem hann leiði til trúar og þeir báðir gera það og gera hann að lærisveini og þannig koll að kolli versus maður sem predikar á hverjum degi og ég man ekki leiðir 1000 manns til trúar á hverjum degi. Eftir 30 ár eru þeir búin að jafna hvort annan. Með einu mann á dag svo þú eyðir heilu ári í að gera lærisvein sem sjálfur gerir svo einn og maður hugsa hvort mun halda áfram eftir að upphafsmaðurinn deyr. Eitt líf í einu. Eitt líf í einu skiptir gríðalegu máli og þessi margfaldis áhrif. Þannig að það auðvitað, ef maður horfir á allt saman, ég svolítið einn af þeim, ég horf á verkefnið og mér fallast hendur að ég get ekki gert allt og gert það fullkomlega. En með því að gera þetta litla sem ég get, þá ég að breyta heiminum. Akkurat. Það komið eitt stutt komment, einn af gömlu dýrleikunum sagði, hvernig gerir það sem ómögulegt? Hann sagði, þú byrjar á að gera það sem augljóst, svo gerir það sem mögulegt og brátt ertu farin að gera það sem ómögulegt. Akkurat þess að Helgi sagði, þú byrjar í þínu nærumhverfi og gerir bara akkurat það sem bara við höndina á þér. Ef allir gera það, þá gerum við mikið. Nákvæmlega. Góður punktur. Lilja. Það eitt sem oft talað í þessu samhengi með síðustu tíma og það sem koma skal og það þetta 1000 ára ríki. Hvað það? Já, það mjög spennandi, 1000 ára ríki. Já, Biblía talar tímabil friðar og réttlætis, sanngirni, gnóttar og þetta í tengslum við endurkomu Jesú og í Opinberunarbókinni 20. kafla þá sagt að þetta tímabil verði 1000 ár og þess vegna tölum við 1000 ára ríki og á þessum tíma þá Satan bundinn og bölvuninni létt svo að maðurinn frjáls til að sjá kærleika og réttlæti og umhyggju drottins
Og fyrst og fremst talað friðinn sem verður, sem að okkur finnst spennandi í dag, að hugsa sér 1000 ára friður. En það margt sem að Biblían segir okkur 1000 ára ríkið, en svona ef að svona það sem mér finnst þegar ég að lesa þetta, þá hugsa ég 1000 ára ríkið verður eins og Edengarðurinn hefði átt að vera og var áður en að Satan kom inn með blekkinguna og syndina. Og þannig hugsa ég mér þetta sem bara heimurinn allur, friðaríki, Edengarður. Og þá mun Jesús ríkja, hann verður konungurinn. Friður og réttlæti, og það margt annað hægt að segja það. Og hvar í röðinni á þessu öllu? Er það eitthvað svona sem að, já, hvar kemur 1000 ára ríkið inn? Já, eftir að Jesús kemur aftur, þá verður Satan bundinn og þá kemur 1000 ára ríkið inn. Og síðan Satan leystur aftur og það verður tímabil það sem að sumir falla frá og bara fylgja Satan, og þá verður hinn loka dómur á undan nýr himinn og ný jörð þar sem að hann Ágúst þeir voru að tala Ok, hvað segir þið? Einhver Kannski bara aftur svona þessu stóra samhengi, þegar við erum að tala þetta allt saman, þá er svo mikilvægt að hafa í huga að þegar Guð sest niður og ætlar að skapa þessa veröld, þá hafði hann í grundvallaratriðum 3 kosti. Hann gat í fyrsta lagi skapa veröld þar sem að aldrei neitt illt myndi gerast, en þá erum við líka öll bara róbót. Hann myndi gjörsamlega stjórna öllu og tryggja það að aldrei neitt illt myndi gerast. Ég held að það sé greinilega ekki heimurinn sem við búum í. Okay. Næsti valkostur var að skapa heim þar sem að við hefðum valkosti, en hann myndi skapa hann, setja hann að stað eins og þú rúllar bolt að stað og svo myndi hann bara vera algjörlega afskiptur, ekkert skipta sér af, og ef þessi heimur myndi klára sig og eyða sjálfan sér, þá væri Guð algjörlega afskiptur, myndi ekkert skipta sér að því. Og hann myndi ekkert vera að tala til þessari veraldar, ekkert að senda neina spámenn, ekkert að gefa orð sitt og neitt, þú veist. Og ég held að það sé klárlega ekki heldur veröldi sem við búum í. Þriðji kosturinn sem að Guð hafði var að búa til veröld þar sem að við höfum valkosti og að valkostir okkar hafa raunverulegar afleiðingar. Alveg eins og ég var að tala um hérna á fimmtudagskvöldið. Og það er heimur sem við búum í. Heimur þar sem að Guð skapar en hann að verki líka. Og hann gefur okkur þessa valkosti og valkostirnir okkar hafa raunverulegar afleiðingar. Og það þýðir, kæru vinir, það er risastórt, af því að það þýðir að Guð er réttlátur. Það þýðir að hann kallar okkur til ábyrgðar líf okkar. Því að öðruvísi hafa valkostirnir ekki afleiðingar. Þú getur ekki bæði baka köku og svo bæði áttana og étið hana. Þú veist. Og leið þú segir að valkostir hafa afleiðingar, það þýðir að allar gjörðir mannsins sem eru illar verða gerðar upp. Og þess vegna meðal annars sjáum við allar þessar svakalegu lýsingar í Åpenbarunarbókinni að því að mikil illska kallar á miklar afleiðingar. Þú getur ekki sagt við Guð, getur ekki bara tónað þetta aðeins niður. Nei, ef að Guð er réttlátur, sem er sagt og lýst yfir aftur og aftur í Åpenbarunarbókinni, þá verða valkostir að hafa afleiðingar. Hvað eigum við að gera við því? Snúa okkur í Jesú. Af því að í Jesú og krossdauða hans, þá tekur hann á sig afleiðingarnar, sjáu þið til. Og Guð gefur okkur þessa ókeypis gjöf að geta snúið sér að Jesú og treyst honum, og afleiðingar illskunnar úr mínu lífi lenda á Jesú. En sá sem að velur að hafna Jesú mun í staðinn þurfa að drekka reiði bikar Guðs ómældan, alveg óþyndan, og að taka út af fullu afleiðingarnar af illsku síns lífs. Þetta er svo gott að setja í samhengi. Og það þarf svo mikilvægt að hugsa skýrt hvaða valkostir eru til staðar og hvernig heimurinn sem við erum í virkar.
og hann virkar svona. Ég finnst það, heyrist, já ok, nú heyrist ykkur, heyrist bara bankinn ekki hér talaði. Það ég veit ekki að því kannski er það bara ég persónuleiki minni þannig eða hvað, mér finnst rosalega erfitt að sko setja upp svona verða hlutirnir, endatímaður. Ég ætla bara að bíða og sjá og þá þarf ég ekki að taka neitt tilbaka. Og þá get ég sagt, þetta er nákvæmlega eins og ég hélt. En mér finnst svo áhugavert að sko fólk túlkar þetta með ólíkum hættu. Einhvern tímann heyrði ég það að þegar kristnibúðarnir kom til Íslands árið 1000, þá hafi það verið sko hluti af einhverju svona trúboðsátaki af því að þeir trúði að þúsndaríkinu var að ljúka. Mér finnst það mjög áhugavert sko. Fyrstu 1000 ára Jesús bara við upprisu sína, þá hefði hann byrjað eitthvað og þeir þurftu að sko kristna heiminn áður en að Guð kæmi aftur, eða Jesús kæmi aftur. Og það eru svona ólík viðhorf. Einhvern tíma var ég tók áfanga opinberunarbókina með kennara sem hann var svolítið lúmskur, hann í lok annarinnar þá opinberaði hann var eiginlega búinn að plata okkur eða svona, hann spurði sko hvar í bókinni gerast þessi hlutir og það gat enginn svarað því sko, að því voru búin að fara gegnum þetta vers fyrir vers og það enginn átt að segja á því, það kannski vantaði vissa þætti eða hann svona í rauninni setti þetta þannig upp að hann lét alla efast afstöðu sína og sem kannski, ég held að góður kennari geri alltaf sko, en að færa alltaf til að endurhugsa hlutina og sumir hafa þá afstöðu að þúsndaríkið sé sko núna að því leitum til að Satan sé bundinn, hann verið bundinn þegar Jesús sigraði hann á krossinum og svo undir lok tímana þrengi ekki mikla sér þegar hann er leystur. En ef ég bara algjörlega hreinskilinn, ég sjálfur hef enga afstöðu sem ég er tilbúin að deyja fyrir þegar kemur þúsndaríkinu. Það er engin þannig að haldiði steinanu bara. Nei, það er engin afstöða sem að mér finnst þetta að vera sko, mér finnst þetta heillandi og mér finnst þetta fallegt og mér finnst opinberunarbókin vera þannig bók að þegar við lesum hana, mér finnst skipta máli sko áhrifin sem hún hefur á mig þegar ég les án þess að ég sé endilega fyrirfram gefa mér sko hvað hún er að segja mér og nú er ég ekki að gera allt afstætt. Mér finnst það einfaldlega að vera svo mikilvægt að kannski að því að hausinn á mér virkar þannig að ég fer alltaf að sko analysera kenningar, ég fer alltaf að analysera guðfræðina og þá kannski missi ég af því sem bara áhrifunum sem að textin gæti haft á mig. Og þannig að þegar ég les sko opinberunarbókina 20, ég undirbúið mig pínu fyrir þetta allt saman, ég var að lesa hana og mér finnst að það margt kannski sem er ósagt í kaflanum. Það kemur þarna bara einhver engill og bindur Satan. Það stendur ekkert sko við hvað verður til þess að engillin bindur hann. Það bara sagt, já ég sá bara engil og en mér finnst þetta í rauninni bara, ef þetta segir manni ekkert annað, að þá sýnir þetta okkur það að Guð hefur algjört vald og að Satan er engin ógnun við Guð. Það er ekki Guð sem fyrir að bindur hann, það er ekki Jesús, hann sendir bara engil. Veitir, mér finnst það segja svo mikið að Guð er við stjórnvöldin. Guð getur gripið inn í og á endanum er það Jesús Kristur sem hefur allt vald á himni og jörðu. Djöfullinn fær bara að gera það sem hann fær leyfi til að gera. Og ef það er ekkert annað, þá getum við alltaf tekið það í burtu að sko á endanum þá er það Guð sem segir hið síðasta orð. Og þetta kannski tengist þúsndaríkinu mjög óbeint. En ég er svolítið á þessu stað, ég ætla bara að bíða og sjá og hafa rétt fyrir mér þá. Já. Menn hafa nú verið með allskins hugmyndir að dagsetja heimsendi og endurkomuna og það hefur svona verið dálítið mikið flopp stundum. Ekki tekist ennþá? Nei, það hefur ekki tekist ennþá. Það er líka svolítið skemmtilegt því að það var eitt af því sem Jesús sagði mjög afgerandi að við ættum ekki að dagsetja. Svo gerum við það akkurat. Já, það er nú það. En Ágúst Valgarð, Gamla testamentið er fullt af alls konar spádómsbókum og mikið af spádómum og menn hafa í gegnum aldirnar einmitt reynt að túlka það alveg í smáatriðum og svona. En aðal spádómsbók Nýja testamentisins er opinberunarbókin. Og hvað hefur þá opinberunarbókin að segja við okkur í dag? Við vitum að menn leggja út af þessu með mismunandi hætti en þetta er samt svo spennandi. Mér finnst opinberunarbókin alveg frábær, en
hún oft, það sem ég finnst, ein mistökin sem fólk gerir að pressa hana of mikið í þessar tímaraðir og nákvæmlega hvaða röð hlutirnir gerast. Hún miklu meira svona hirðisbók, pastoralbók, heldur en fólk vill oft vera að láta. Hún skrifið þarna einhvern tímann á milli 70 og 96, sennilega nærum 90 eftir Krist, til þess að uppbera kirkjurnar hérna í þessu svæði í Rómaveldi sem hét Asía, þar sem að mótlæti og ofsóknir voru til staðar, og til þess að uppbera fólk að sigurinn væri þeirra ef þeir héldu vöku sinni og héldu sér fast við Jesú. Og ég hallast að því að Jóhann hafi skrifað bókina sem hann í útlegð á Patmos, þessari eyju, og hann var í útlegð, hann segir það sjálfur, af því að hann var að predika fagnareindið. Þannig að ef þú ætlar að fara að skrifa og koma bókinni á þess að hún verði ekki upptak á leiðinni, þannig ætlar að skrifa þannig að það sé ekki of augljóst. Og það sem við sjáum einmitt í Óperbókinni, eins og þú vísar í spádóma Gamla testamentisins, að það ómögulegt að skilja Óperbrunabókina nema þú sért vel lesin í allri Biblíunni. Og það finnst mér svo vel við hæfi að seinasta bók Biblíunnar sé einmitt þannig. Það ykkur 480 eða 78 vers í Óperbrunabókinni og það 404 minni mig, og ég held að 278 af þessum versum vísa í einn eða fleiri staði í Gamla testamentinu. Það sýnir bara svart og hvítu hvað mikilvægt að vera vel lesin í ritningunum til að skilja Óperbrunabókina. Og hún hefur sannlega mikinn boðskap til okkur í dag, til dæmis þetta að gjörðir hafa afleiðingar. Og þú getur tekið til dæmis 3. Mósebók, þar sem verður að fara yfir allt í kringum fórnirnar og það verið að stökkva blóði hérna hægri vinstri. Hvernig haldið að þegar búið að dreifa blóði út allt í Gamla testamentinu í 3. Mósebók, hvernig haldið að lyktin hafi verið í 40 stiga hita? Það vond lykt af syndinni. Og fólk upplifði syndin alvarlegt mál. Gjörðir mínar mjög grafalvarlegt mál. Og það klárlega, ef Óperbrunabókin að segja eitthvað, þá hún til dæmis að segja það. Og það ætti að benda okkur á krossin. Svo líka annað sem ég bara nefna, sem kannski fólk áttar sig ekki alltaf á, það rosalega mikið af myndmáli í Óperbrunabókinni og hún tala til ímyndunarafls okkar. Tökum dæmi, við sem erum eldri en 2 vetur, við munum eftir kalda stríðinu, það ekki? Ég myndi segja, örninn og björninn glímdu þar til að loks björninn var þreyttur. Hann lagðist niður og dó. Ekki af því að örninn hefði sært hann, heldur af því að beinin í byrninu voru veik og svo fékk hann sár af sjálfan sér og blæddi út, lagðist niður og dó. Hvað ég að tala um? Örninn náttúrulega dýri sem dýr Ameríku, eða ekki? Og við veitum öll á rússneski björninn, það tákn Rússland. Og ég var að lýsa því að í kalda stríðinu þá bara blæddi Rússlandi út, þeir gátu ekki keppt við og það lagðist niður og dó. Óperbrunabókin, hún lýsir táknunum. Hún hins vegar ekki að lýsa því sem táknin benda á endilega. Hún fyrst og fremst að lýsa táknunum, sjáu þið til. Og svo þarf maður að átta sig á hvað það merkir. Þannig að til að enda þessa spurningu, hvað hefur Óperbrunabókin að segja okkur í dag? Gjörðir hafa afleiðingar, þetta hirðisbók og þetta að ef Guð sannarlega réttlátur, þá mun hann gera málin upp. Ég var að hugsa þetta í gær á samkomunni, þegar vorum að syngja lofgjöruna. Ég taldi það ekki saman að það var að tala um myndmálið. Að þá sungum við sá sem var og og kemur senn. Það Óperbrunabókinni. Við syngjum verðugt lambið, honum sem í hásætinu situr og lambinu. Og við syngjum, það svo mikið í lofgjörð okkar sem kemur beint úr Óperbrunabókinni. Og þegar við heyrum opinberun í dag, að þá sjáum við fyrir okkur leyndarmál sem okkur treyst fyrir. En orðið sem bara notað í frummálinu merkir í rauninni afhjúpun eða hulunni svift.
Og opinberunarbókinin vísar ekki til þess að við fáum eitthvað sko leyndamál úr öllu samhengi, þetta eitthvað Wikileaks leki bara og við fáum einhverju upplýsingar. Þetta snýst að allt í kringum okkur, við sjáum heiminn bara fyrir framan okkur. En fólk gekk út frá því að bak við tjöldin væru aðrir hlutir að verki. Að það eitthvað að gerast í hinu andlega sem við ekki sjáum, sem stýrir raunveruleikanum, en við sjáum bara raunveruleikan. Og þegar þú ert með kirkju, eins og Ágúst lýsir, sem að stendur frammi fyrir því að þeirra óvinur mesta stórveldi sem mannkynssagan hafði þekkt, Rómarveldi. Og Rómarveldi var með áróðusmaskínu sem að var kallaðist imperial cult á ensku, keisarar var tilbeðinn, þeir reistu musteri til dýrkunar gyðjunni Róma, þeir voru að láta fólk tilbiðja Rómarveldi og það var þessi áróður, þetta hátindur mannkynssögunar. Þetta mesta stórveldi sem að koma mun og þetta eilíft. Og svo þú bara lítill hópur, þeir eru dreifð, þeir eru ofsótt, þeir eru neðanjarðar og þeir takast á við Róm. Áttu að takast á við keisarann, það virðist enginn geta sigrað hann. Það virðist enginn geta staðið gegn honum. Og þá fær Jóhannes þessa opinberun sem opinberun Jesú Krist. Og það finnst mér svo mikilvægt. Opinberunarbókin fjallar Jesú Krist. Þetta opinberun á Jesú Kristi sem að hann birtir Jóhannesi. Og það sem hann sér bak við tjöldin, hann segir það bréf til safnaðana og svo fær hann að sjá inn í heiminin. Það opinberunin. Hann fær að sjá inn í hásæti sal Guðs og þar sér hann ljónið af Júda ættkvísl sem hefur sigrað. En það lamb sem stendur sem slátraværi. Og opinberunarbókin, það eitthvað við boðskap opinberunarbókarinnar sem svo hrífandi, sem svo kröftugt og svo sterkt að einstaklingar sem stóðu frammi fyrir því að gefa líf sitt fyrir trúna og voru ekki vissir hvað ætluðu að gera, að það var eitthvað við þessa bók sem snarta svo mikið að þeir glaðir gáfu líf sitt frekar hann afnefnda Jesú Kristi og þeir gerðu það fullir vonar, fullir trúar, fullir sigur vissu. Því sigrað hefur ljónið af Júda ættkvísl. Og í byrjun bókarinnar koma bréfin til safnaðanna 7. Og í lok hvers bréfs, ég geti ykkur bara, nú fara allir heim að lesa opinberunarbókina, og það enda eiginlega öll bréfin af því, þeim sem sigrar mun ég gefa að eta lífsins tré. Þeim sem sigrar mun ég gefa nýjan stein sem nýtt nafn ritað á. Það alltaf þeim sem sigrar. Það fyrstu kaflinn í bókinni. Og svo kemur í 5. kafla, það sem að Jesús birtist. Sigrað hefur ljónið af Júda. Og þegar við hugsum sigur, þá sjáum við fyrir okkur eitthvað glæsilegt. Og þegar við hugsum ljón, þá sjáum við fyrir okkur styrk og kraft. Og hvernig sigrar ljón? Jú, þeir tæta óvinni sína í sig. Og hvernig sigraði ljónið? Með því að vera lamb sem var slátrað. Þeim sem sigrar, hvað verið að segja okkur? Sá sem sigrar eins og Jesús hefur sigrað. Sá sem að lætur ekki ofbeldið ógna sér. Sá sem lætur ekki óttan við dauðan ógna sér. Sá sem lætur ekki Rómarveldi sem krossfesti Jesú Krist ógna sér svo mikið að hann gefist upp og frekar gefur líf sitt en að afneita vitnisburði sínum, hann sigrar. Hann mun fá að eta af lífsins tré. Hann mun fá að sitja á hásæti. Hann mun fá að drekka af brunni lífsins vatns. Í rauninni vonin ef þú gefst ekki upp og þú heldur vitnisburði þínum, þá muntu sigra. Og hvað gerðist 3 öldum síðar? Rómaveldi gafst bara upp. Kirkja þurfti ekki vopn. Þau þurftu bara að halda vitnisburði sínum. Þau þurftu bara að játa Jesú Krist með lífi sínu og dauða sínum og sína óttaleysi gagnvart ofbeldinu og dauðanum. Opinberunarbókin fyrst og fremst opinberun á Jesú Kristi og í 12. kafla opinberunarbókarinnar það sem verið að tala hvernig kirkjan sigrar, það segir þau hafa sigrað hann fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburða síns og eigi var þeim lífið svo kært að þeim ægði dauði. Og þetta áskorun fyrir mig, ég hugsa mig, geti ég sagt það sama? Ég svo ástfangin af Jesú Kristi? Ég svo uppnumin af voninni sem í honum og ég svo mikið búin að gefa honum líf mitt að lífið sér mér ekki svo kært að mér ægi dauði? Þetta gríðarlega sterkur boðskapur. Og það eitt þess sem að stingum mig, ég þarf alltaf að koma með þess að stingum mig, að stinga ykkur líka, að
í Opinberabókinni 21, Opinberabókin 20 þar kemur sko þústarríkið og í Opinberabókinni 21 að þar sjáum við sko ný heiminn og nýja jörð og ný Jerúsalem og hann með þeirra hvert tár af augum okkar og allt þetta. Þar kemur vers sem að við skulum hugsa eins í versi 7 og 8. Sá sigrar, hver það sem sigrar, það sem gefst ekki upp, sá sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans Guð og hann mun vera mitt barn. En staður búinn í díkinu sem logar af eldi og brennisteini, hugdeigum og vantrúðum, svo kemur viðurstyggilegum og mandraburum og alls konar, það hinn annar dauði. Fyrsta orðið hugdeigum, þeir sem að skortir hugrekki, þeir sem að mistu móðin. Og í þessu samhengi hugsa maður, hverjir eru það? Ef að ég stæði frammi fyrir því að það væri bara komin einhver alræðis stjórn á Íslandi, þá væri verið að ofsækja kristna menn og fangelsa þá og taka þá af lífi og ég vissi að ég væri næstur í röðinni. En það sem var alltaf gert var að mönnum var gefin valkostur. Þú varst kallað fyrir dómstól, allan gerist það síðar og þú gast bara afneitað trúðinni, fært keisaranum fórn og bölvað Kristi og þá fékkst að halda lífið þínu. Og ef að maður pínu með ódýru náðina, eins og ég veit ekki hvað það sé myndina Kingdom of Heaven sem sko lélegasta sögulega bíómynd ever Jerúsalem og krossverðirnar. Jerúsalem sett ekki á sléttu í eyðimörk, Jerúsalem upp á hæð allana. Í þessari bíómynd var Jerúsalem bara óvarin á einhverju sléttu. Ástæðan fyrir að erfitt að sigrana hún á fjalli en allana. Þar prestur og múslimarnir að koma, það einhver biskup eða kardináli og þeir að fara að sigra borgina og hann öskrar til þeirra sko, convert now, repent later. bara takið íslams trú núna og svo getið yðrast seinna. Og það auðvitað að hugsa þannig. Ég þarf bara að afneita einhverju, hella einhverju dreipifórn og kveikja einhverju kerti, segja eitthvað sem ég meini ekki, en í hjartanu ætla ég að trúa Jesú. Það ekki bara eitthvað freisting fyrir okkur öll? Sá sem sigrar, hann fær launin. En hugdegir, það svolítið kontrastið, bara ekki gefast upp. Vitnisburðin allt og dýrmætur til að fara í málamilum við hann og þú sigrar með því að gefast ekki upp fyrir ofbeldinu. Það finnst mér svona að vera eitt af því sem að stendur upp úr. Opinberunarbókin opinberun á Jesú Kristi og hún gefur okkur annan sýn á heiminn, sýnir okkur hvað í gangi bak við tjöldin, svo við látum ekki blekkjast af því sem að gerast fyrir augum okkar. Svona stuttasvarið. Já, ég var að lesa í morgun í Opinberunarbókinni síðustu kaflana, 20, 21 og 22 og ef þið að hugsa endatímana, hvet ég ykkur til að lesa þær bara svo augljósir. Já, einmitt, það þetta með að láta ekki blekkjast og vera ekki óttaslegin, en eitt veit ég að margir hafa verið óttaslegnir og þú myndist á það áðan í samtöðu Þessalónikubréfin að þar var verið að tala til kirkju sem var hrædd hún hefði verið skilin eftir þegar að burthrifningin yrði eða varð sem sagt. En hvað merkir þetta burthrifning? Hvaða fyrirbæri það? Það vísar til þessa fyrirheitis að Jesús komi til að sækja kirkju sína og þeir sem verða eftir á lífi við komu Jesú Krist, þeir verða hrifnir til fundar við drottin í skýjunum, segir í Nýja testamentinu. Og það þetta að sko fólk muni, og ég veit ekki hvort að það sé svona bíómyndir þar sem þetta gerist, fólk muni hverfa, samkvæmt sumum bíómyndum að það verða skilin eftir samanbrotin föt og alls konar. Allt það aukaðri, hvernig það verður, það það sem það vísir til að vera með þegar Jesús kemur að sækja brúðu sína. Og svo kemur skiptu skoðanirnar hvað gerist í kjölfarið, hvað verður þá en það fyrst og fremst þessi burthrifning sem verið að vísa til, þegar Jesús kemur að sækja okkur og fólk hrifið til fundar við hann og kannski það stundum, ég finn að sumum finnst þeir svo í dag svo lítið talað þessi mál að ég alin upp í Hvítasunnu ég fæddur 82 þannig að svona 90 og eitthvað þá ég úlingur og ég hef talað við aðra úlinga úr Hvítasunnu á Norðurlöndum og heyri þetta annars staðar að við öll ólumst upp við það að bara
þú veist, vera vissum, bara Jesús að koma og hann gæti koma á morgun og ég hlóa þessum brandar sem átti ekki að hlæja að vera skilin eftir eða þú veist, ég hefði þetta skipta fyrr á þessum þætti sem var í sjónvarpinu eitthvað, en þú veist, nú hef ég syndgað verið skilin eftir og svo las ég að börn sem ólust upp á dögum sko kúpudeilunar og óttuðust sko bara heimsendi að þau eru með einhverja áfallastreitu sem hægt að bara reikna og ég man ekki hvað hann heitir og ég svo handviss að ég og margir aðrir sem ólust upp í kirkju á þessum tíma erum bara með áfallastreitu vegna þess að bara heimurinn að fara að enda og ég ekki að grínast ég kannski fékk ekki alveg taugaáfall þegar ég útskrifst á menntaskóla en í alvöru hef verið á barmi taugaáfalls vegna þess að ég bara var komin á stað sem ég hefði aldrei hugsað mér ég hélt ég myndi aldrei lifa til að fá bílpróf bara í alvörunni svo bara menntaskóli búinn og ég bara aldrei hugsað lengra ég hélt ég myndi aldrei eignast fjölskyldu ég var ekkert að hugsa lífi lengra en bara sko í næstu viku því að þá var Jesús örugglega kominn og þess vegna, ég svolítið brendur af þessu það margt sem ég hef kannski gert öðruvísi sem betur hefur líf mitt ekki alveg mislukast en ég hugsaði með mér þetta var ekki alveg heilbrigt það var ekki alveg heilbrigt að sko ég og systir mín við vorum með það plan að við komum heim og það var enginn heima og vorum ekki viss að Jesús komið aftur að þá hringdu við í kirkjuna og ef einhver svaraði þá lögðum við á því þá vissum við að Jesús var sennilega ekki komin aftur og það voru margir með svona plön Þannig ef að ritarinn svarar er það eitthvað trygging? Já, það er það ég veit að í dag Það er stóttu standrið fannig Wow Í dag myndi ég nota eitthvað annað plan Nei Þetta var svona var mitt líf Þannig að þetta er kannski ástæðin fyrir að við kannski höfum við þá farið í hináttina við leggjum of litla áherslu á þetta þetta getur auðveldlega orðið sko aðeins of mikið En stundum var líka talað þetta ef þú ert í bíó þegar burthrifningin verður sterkustu þök í heimi einmitt og þetta kannski tengist aðeins þessu með svona hvað ef ég er að gera þetta þegar Jesús kemur aftur gera eitthvað sem að ég á ekki að vera að gera þetta var líka svona sem olli ótta hjá mörgum veit ég Ég held að eins skissa sem við gerum er að sumarleiti er þetta röngu spurningarnar þetta er skiljanlegt ég skil þetta en við megum aldrei aðskilja þú veist allt í kristinni trú grundvallast í samfélaginu við Jesú og það er það sem að rauninni skilgreinir og kemur á undan öllu þessu Vist, ef að ég byggi upp samfélag mitt við Jesú þá er þetta ekkert eitthvað sem ég þarf nokkuð tíman að hafa ágjör af Jesú vill ekki að við lifum í einhverju svona post-trauma þú veist, hann er fullríkur og hann er stórkostlegur og ef að einhver getur gert upp líf okkar þannig að það sé sanngjarnt þá er það Guð þú veist, við höfum rauninni bara þessar tvo kosti annarkvort eru engar afleiðingar eða það eru réttlátar afleiðingar og ég kýs alltaf þann kost að það séu réttlátar afleiðingar ég held að enginn okkar myndi vilja búa í heimi þar sem eru engar afleiðingar af því það er algjört kaos en þá verðum við líka að horfast augu það ef það eru réttlátar afleiðingar að þá eru málin gerð upp og það er jú vissulega eitthvað sem við horfum á en í samfélaginu við Jesú erum við grundvölluð og örugg því hann dó á krossi það er fagnaðarerindi Já það er gott að vita það að maður getur treyst í og auðvitað ef það væru bara fullkomnir einstaklingar sem að yrðu með í burthrifningunni þá væntanlega yrðum við öll eftir ekki satt? En já ég hugsaði bara, ég man einhvern tímann að þá var ég að lesa kafla sem var að útskýra sko réttlætingu
og þetta snýst svolítið það sko, þurfum við, ef ég myndi deyja, þetta alveg sama spurning sko, hvað ef ég hlóa einhverjum brandara og svo var ég fyrir loftsteini, veist, ég þá bara glataður eilífð, einhvern veginn sá ég þetta teiknað þannig upp, það voru sko 2 strik, 2 svört þykk strik og fyrir neðan stóð sko utan hjálpræðis, neðra strikið hét réttlæting og efra strikið hét sko fullkomin helgun, eitthvað þess að þar. Og þegar að þú meðtekur fórnardauða Jesú Krists, að þá skoppar upp yfir línuna, þú ert komin út réttlættur. Og svo getur þú tekið framförun í helgun og þá nálgastu efri línuna sko og svo hlærað brandaranum og þá dettur þú niður en þú dettur ekki undir línuna. Þú fer aftur í helgun að þú glatar ekki réttlætingunni, því að réttlætingin aldrei áunin. Réttlætingin óverðskulduð gjöf. Hjálpræðið óverðskulduð gjöf. Og þess vegna, veist, ef ég á Lion King í bíó eða eitthvað eða horfa hann inn í barnasal, nei, hún var þar í gær eða fyrir að sjá Ben Hur eða eitthvað kristilega mynd, bara ef ég eitthvað staðar og bara hvað sem ég að gera, ef ég ekki algjörlega, ef ég var okkur að taka aftur fyrir í helgun eða eitthvað, þá hef ég ekki glata hjálpræðinu. Hjálpræðið eitthvað sem að Guð hefur gefið mér. Og þetta ákveðin ótti, sko, hvers konar Guð höldum við sem að þjóna. Bara ekki að jú, þú ert nú barnið mitt og ég dó fyrir þig og við höfum átt gott samfélag, en þessi borðtenniskúla sem þú tókst, veitu, ég heyrði þennan brandarann sem hlóstað, þú glatast. Það Guð? Hann bara eitthvað svona leiðilegu gaur að bíða eftir afsökun til að gefa okkur ekki eftirrétt eftir matinn, eða eitthvað sko. Bara eitthvað, nei, það vatn fyrir þig. Ég held ekki, ég held að það sé góður. Það mjög góður bútur sem Helgi kemur með, sko. Markmið Guðs ekki að reyna að halda fólki frá sér. Markmið Guðs að reyna að koma eins mörgum inn í eilífina eins og mögulegt Og það reyndar annað því sem að Opinberabókin að segja. Aftur og aftur talar hún það kemur ykkur þrenging, ykkur vondir viðburðir, samt iðraðist fólk ekki og sneri sér til Guðs. Ef að þú ert Guð og þú búin að senda son þinn og bara komið þið til mín, og fólk bregst ekki við því, hvað ætlar að gera svo? Guð hefur hannað þess að vera þannig að ef þú setur hönduna heita hellu þá brennur þig. Og hann hefur líka hannað þess að vera þannig að alveg svo náttúrulögmálin geta meitt okkur ef við vinnum ekki með þeim, að þá síðan lögmál Guðs til staðar, þannig ef við förum gegn því þá brennum við okkur. Og það annað þema í Opinberunarbókinni að, aftur þetta, gjörðir hafa afleiðingar ef þú brýtur gegn siðalögmáli Guðs og það ætti að fá þig til þess að ranka við þér, stoppa við og snúa þig til Guðs. Og Opinberabókin lýsir þessum öldum sem koma yfir veröldina með dómum Guðs og Guð að vona að fólk bregðist við með því að snúa sér til hans. Það vonans. Leið hann auðvitað að kæfa ilskuna og fjarlæga hana úr veröldinni, en vonans alltaf svo að fólk snúi sér til hans. Einmitt. Já, þú segir að það hafa, allt sem við gerum hefur afleiðingar. Við fáum laun á himnum fyrir það sem við gerum gott og við munum verða dæmt fyrir það sem að við gerum rangt. Guð réttlátur og Lilja, það til eitthvað sem að heitir dómsdagur. Það dálítið ógnvekjandi orð. Já, kannski ógnvekjandi orð, en það kannski ekki rétta orðið alltaf. Það dómur yfir réttlátum mönnum við dómstól Krists. En eins og búið að koma fram, þá ekki verið að við erum hólpinu, við treystum á Jesú. Það hann sem búin að taka þennan dóm. Og það segir til dæmis í Jóhannesi 5, sá sem heyrir mitt orð og trúir þeim sem sendi mig hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur hefur hann stigið yfir frá dauðanum til lífsins. Þannig að þegar við að tala þennan dóm í sambandi við þá sem eiga lifandi trú, að þá það ekki sakfelling. Það verður að tala mat á þjónustu okkar.
hvað við höfum gert. Við getum unnið fyrir launum. Við getum ekki unnið fyrir sáluhjálp okkar. Það er gjöf Guðs. En við getum unnið fyrir launum við þennan dómstól Krists, og það talaði sigurlaun, sigursveig eða kórónu. Og það er kannski svolítið gott þetta með línurnar hans Helga, að við eigum að halda áfram göngunum með Guði og helgast, og það sem að við gerum fyrir Jesú og gerum náunga okkar í nafni Krists, það fáum við laun fyrir. Og það hefur verið útskýrt þannig að þessi dómstóll sem að við sem eigum trú erum frammi fyrir er svona meira eins og svona verðlauna afhending á Ólympíuleikum, ekki eins og þetta hræðilega orð dómstóll. En síðan er hræðilegu dómur. Það er dómur yfir öllum ranglátum, og það talaði með mikla hvíta hásæti í Opinberunarbókinni 20. Og þar viljum við ekki vera. Og það kemur þessi tími dóms að þeir sem að ekki hafa tekið við Jesú og nafn þeirra er ekki í lífsins bók, þeir fá sinn dóm og taka út sína refsingu. En við skulum athuga það að ef við höfum treyst Jesú fyrir líf okkar, þá er sá dómur ekki fyrir okkur. Heldur hefur Jesús tekið það á sig á krossinum. Og maður hugsa líka eins og í Gamla testamentinu, dómarabókin fjallar ekki menn sem sátu ekki svo dómarar í dag í Hæstarétti eða annað, að dómari var líka einhver sem gat endurlist. Og þegar svo Daniel, Guð er minn dómari, að það þýðir Guð er líka sá sem að mun veita mér uppreisn æru, eða við líðum margt ranglega í þessum heimi, og það er margt ranglegt í þessum heimi, en það kemur dagur, ég hugsa dómstað, það er líka ákveðin von, að það kemur dagur þegar réttlætið fær fram að ganga. Einn dag mun Jósef Stalin mæta réttlætinu. Einn dag mun allir þessir Pol Pot, allir þessir einræðisherrar, allir þessir menn sem voru ósnertanlegir í lifanda lífi, dag einn mæta þeir æðsta dómaranum, og þá verður réttlæti. Þetta ef þú ert hinn líðandi kirkja og þú líður undir ógnarveldi sem enginn getur snert, og menn komast upp ósnertanlegir með ranglæti og bara spillingu og hrylling, að vita það að dag einn verður réttlátur dómur, það er vonaríkur dagur. Og þetta er eitthvað sem þetta er svo gott þegar við búum í ranglætum heimi. Réttlætið mun koma og réttlætið mun sigra. Ég var þetta aðeins að bæta við þetta. Þú er rámslaus. Á þessum tíma sem við lifum núna, þá eru tvö ríki í gangi á sama tíma. Það er þetta veraldlega ríki með illskunni og öll þessu hlutum og alls konar hlutum sem fara úrskeiðis. En Guðsríki er líka komið, og þetta hvorttveggja er til staðar rauninni á sama tíma. Guð leyfir ýmsu að gerast í dag sem hann vill ekki að gerist. Það er margt illt sem gerist í heiminum dags, og Guð umbyrðar tíma þó hann vilji ekki að það gerist. Og í þessu samhengi við dómsdaginn, að þá rauninni er svo mikilvægt að hafa í huga, eins og Helgi var að segja, að hlutirnir eru gerðir upp og illskan er fjarlægð úr veröldinni. Dómarar hafa það hlutverk að framfylgja lögum og þeim sem eru leiddir fyrir þá. Ef það er engin dómstagur eða engin dómari, þá er engin lög. Og það er ekki held í veröld sem við viljum búa í. Af því að þá getur bara hver og einn gert bara það sem nú dettur í hug. Í dag getur illska tíma gert uppreist gegn Guði og skipulagi hans, en á dómsdegi er þetta gert upp og þessu líkur. Akkurat. Við töluðum áðan
burt hrifninguna og þú sagðir Ágúst að í rauninni ástæðan fyrir því að við erum hér ennþá, ég held þú hefði sagt það eitthvað á þá leið allavega, að við erum ekki hrifin upp til Jesú þegar við frelsumst, heldur höldum við áfram að lifa á jörðinni og við eigum að boða trúna, boða fagnaðarerindi, það er tilgangur lífs okkar að vera, svo allir fá að heyra og jafnvel getum flýtt fyrir komu Jesú ef við erum iðin við það. En Ágúst, sko, það segir til dæmis í Matteusi 24. kafla 14. versi að þegar fagnaðarerindið hefur náð til allra, þá mun endirinn koma. Ég meina, þýðir það að endirinn kemur ekki nema hver einasti maður hafi heyrt, eða hvað er verið að tala um? Góð spurning. Þessi texti í Matteus 24, þar sem að segir, þetta fagnaðarindu ríkið eru predikað alla heimsbyggðina, öllum þjóðandi vitnisburðar og þá mun endirinn koma. Fyrsta lagi er alveg á hreinu að þetta er að vísa í Kristniboðsskipunina sem að kemur á nokkrum köflum seinna, þess að stendur allt vald er mér gefið á himnu og jörðu, segir Jesús og lærisveinana, það seinasta sem hann segir við þá. Farið því og gjörið alla þjóðir á lærisveinum, skýrið það nafni Föður, Sonar og Heilags Anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Einhver sagði, það sem að við ættum að hafa, það fyrsta sem við gerum er að fylgja eftir því seinasta sem Jesús sagði. Að ástunda það að gera aðra að lærisveinum. Og þegar þú spyr, þýðir það hver einasti hafi heyrt, það er túlkunaratriði. Og ég held að Biblían sé ekki algjörlega afgerandi það. Og þannig getum við ekki verið afgerandi það. Ég sjálfur hallast að því ef þú pressar mig að segja að allar þjóðir hafi fengið tækifæri. Að það sé, getum sagt, Biblían er Nýja testamentið til á tungumáli viðkomandi, einhver kirkja til staðar, virkur vitnisburður til staðar í þessu samfélagi. Eitthvað svoleiðis myndi ég halda að sé átt við. Og eins og þú sagðir, þetta er klárlega að vísa í þennan tíma að tími sem við lifum á núna hefur þann tilgang að við höfum tækifæri til að snúa okkur að Jesú. Að öðru leyti er búið að klára hann heim, búið að gera hann heim. Jóhannes skýrari sagði það, öxin er tilbúin, þú veist, hún er lögð á rótum trjána. En Guð er langlindur og þolumöður og vill að sem flestir snúi sér til hans. Þetta er, ég held ég, annað Pétursbréf sem talar það og þetta að við getum flýtt fyrir komu Jesú. Já, það er maður hugsa stundum það í dag við lifum í samfélagi þar sem upplýsingaflæðið er svo mikið og áritið er svo mikið og auðvitað höfum við þar að leiðandi kannski meiri tækifæri nú en nokkru sinni að flýti fagnaðarerindið og boða það með margvíslegum hætti með öllum þessum miðlum og tækni, en á sama tíma er áritið líka margfalt meira en var áður þegar að kannski var erfiðar að koma boðskapnum á framfæri en fólk var ekki eins óbóðslega bombarderað, afsakið orðalagið, af upplýsingum og fánýtum fróðleik. Ég menna, við lifum á tímum þar sem að kannski mest lesna frétt dagsins getur verið einhvern ákveðin líkamsparti á einhverju frægri konu í Ameríku. Bara, þið skiljiði, ég menna þetta er svo súrealíst hvað vekur athygli fólks og ég var líka að hugsa það áðan að kærleikur flestra kólnar, að kærleikurinn til Guðs kólnar líka því að, ég veit ekki, áður heyrði fólk bara miklu meira Guð í daglega lífinu, það var miklu meiri hluti af öllu samfélaginu, þið veitir, ég er nú bara svona einhvern veginn að velta þessu fyrir mér þessa tíma sem við lifum á. Já, þetta er góð punktur og líka, ég vil vísi það sem Helgi segi áðan varðandi þetta samanlíkingu einhver predika fyrir 1000 manns, einhver annar einbytti sér heilt ára því að leiða eitthvað til trúar og þjálfa hans að lærisvein. Þetta að við setjumst niður með einhverjum einum og þjálfum mann sem lærisvein held ég að sé eitt mesti skorturinn á Íslandi í dag. Þetta er ein alvarlegasta brotalömun í framkvæmd okkar á
kristinni trú á Íslandi í dag. Ef við ættum að breyta ykkur einu, ef við myndum breyta þessu, heldur við sæjum eina stærstu breytinguna. Ég sjálfur hafði engan eldri sem tók sér tíma, fórnaði tíma sinum til að setjast með mér og virkilega lærisvenka mig. Við vorum nokkur strákar sem tóku sér saman og við byggum til svona hóp og við svona lærisvenkuðum hver annan og það var frábært. Þannig að, þú veist, þegar að vera að tala hérna, fagnaðarerindið náu til allra, hraðasta og skilvirkasta leiðin til að gera það er að hvert og eitt okkar sem að viljum fylgja Jesú og höfum þjálfast lærisvein, við kennum einhverjum einum eða tveimur öðrum og hugsum smátt en langt. Já. Ég held líka bara ef við horfum á tíman, þetta langur tími síðan að þessi orð voru skrifuð, en það hefur verið að gerast svo margt á þessum tíma, eins og til dæmis bara að þýða Biblíuna. Já. Og það er svo margt, þannig að við erum að nálgast þennan stað að það hafa allir heyrt eða haft tækifæri til að heyra. Þannig að við sjáum bara í tímans rás að þá hefur þetta verið að gerast. Já. Það ég finnst það vera mitt hlutverk að koma alltaf með svona eitthvað umdeilt inn í þetta allt saman. Nei, að þá er líka sumir sem vilja meina þegar Jesús er að tala þessi orð til lærisveinanna og hann að tala endinn, að það sé ekki endilega bara heimsendir sem hann er að tala að Guðspjöllin eru flest skrifuð Markos og Guðspjöll er oft dagsett svona kringum 70 það bil og hinn eru svona 80-90 eftir því hvernig þú talar og að það var ákveðin heimsendir sem átti sér stað árið 70. Þess vegna árið 70 svo rosalega mikilvægt að kaflinn fjallar að þeir eru þarna og hvort að lærisveinarnir eru að spyrja eitthvað musterið og árið 70 gerðist það að Rómverjar komu, gerðu hræðilegt umsátur Jerúsalem. Það eru sögur af mannáti, það eru sögur af því að fólk hafi jafnvel borðað börnin sín. Þetta var heimsendir. Og stundu þegar Jesús er að tala þegar þið sjáið víkiringarnar, þegar þið sjáið þetta, flýðið til fjalla. Og það er merkilegt hversu margir kristnir lifðu þetta af vegna þess að Jesús var búinn að spá fyrir þetta og þeir flýðu borgina. Og þegar musterinu er eitt, það er svo mikill heimsendir fyrir gyðinga því að hvers vegna var landið helga heilagt? Nærvera Guðs helgaði það. Og hvernig helgaði nærvera Guðs landið? Hún var í musterinu. Þegar musterið er tekið, að þá er tekin þungamiðjan úr tilvörunni. Það er tekin það sem heldur öllu saman. Hvernig áttu núna að fara að fá fyrirgefningu syndana? Þú getur ekki lengur fært fórnir. Hvernig áttu núna að fara að bera fram bænina til Guðs þegar helgidómurinn er horfinn? Hvert áttu núna að fara með gjafir þínar og tíundir þínar og hvernig áttu núna að tilbiðja Guð þegar þungamiðjan er horfinn? Og Jesús talar þessi kynslóð mun ekki líðin til lok og ef maður hugsa að Jesús segir þetta kannski árið 30 eitthvað og svo gerist þetta árið 70 þá þurfum við ekki að túlka það neitt. Ég hef oft verið með þetta með þessi kynslóð, rosalega löng kynslóð, alveg 2000 ár að það er sumir segja að vissulega allt sem ég er sammála öllu sem hefur sagt hérna að því að það eru önnu vers sem segir þetta líka með að fagnarerindi verði boðið öllu mannkynni og að við getum flýtt fyrir endurkomu Jesú Krists og annað. En þegar Jesús segir þetta orð verður predikað alla heimsbyggðina, hann segir nefnilega ekki öllu mannkynni, hann segir ekki öllum þjóðum, hann segir heimsbyggðina og er öllu byggðu bóli, getur við sagt líka á íslensku. Og að því ég er mér finnst alltaf mikilvægt að það sé einhverju stjórnarstöðu að í Jóhannes Guðspjalli, þetta er ákveðin dómur að leiðtogar gyðinga stóðu frammi fyrir því ef að hlusta á annan mann ef að hafna honum. Og ein ástæð fyrir þeir höfnuðu honum var óttinn við að ef að Jesús verður áhrifamikill að þá segir í Jóhannes Guðspjalli 11:48 það segir, ef við leyfum honum að halda svo áfram munu allir trúa hann og þá koma Rómverjar og taka bæði helgidóm okkar og þjóð. Þannig að þeir hugsa við skulum fórna þessu manni til að verja hagsmuni okkar sem eru hvað? Musterið og sjálfstjórnin sem við höfum. Við höfnum Jesú til að Rómverjarnir kom ekki, herleið okkur og taki musterið.
En einn þeirra, Kaifas, sem það ár var æðstiprestur, sagði við þá: þið vitið ekkert og hugsið ekkert það að ykkur betra að einn maður deyi fyrir lýðinn en að öll þjóðin tortímist. Hann tók þetta ekki upp hjá sjálfum sér, en það sem hann var æðstiprestur það ár gat að mælt af spámannlegri andgift að Jesús myndi deyja fyrir þjóðina. Og svo það, og Jesús kemur með þessa samlíkingu, sko. Hér mun ekki standa eftir steinn yfir steini, en því mér rífa þetta niður, ég mun endurbyggja það á 3 dögum. Og hann tala um musteri líkamans. Og þetta var spennan. Og ef við skoðum Guðspjöllin, þá sjáum við að síðustu daga Jesú, að þá voru það ummæli hans musterið sem gerði það verkum á endanum bara var hann svikinn og drepinn. Musterið svo mikið bitbein, sko. Og þess vegna þegar Jesús að tala um sko, heimsendi, þá hann svolítið að tala um þetta tímabil, bara musteris tilbeiðslunni lokið. Þessari heimsmynd verður lokið. Og þetta orð sko, heimsbyggðina, það notaði í Póstlasögunni 11:28 þegar að tala um að það komi hungursneyð yfir alla heimsbyggðina og í 19. kafla og það sem tala sko, hvernig að helgidómur hinna miklu gyði Artemisar sko, hann verður einskis virtur og hún sem öll Asía og heimsbyggðin dýrkar. Það var enginn á Íslandi að tilbiðja Artemis að mér vitandi. Þetta bara hinn þekkti heimur og fagnaðarendi sannarlega var predikað þar og ég Kólossabrifið 1:6 ég undirbúið mig smá pínu ekki alla spurningar að þessa að það segir sko Páll í orði sannleikans fagnaðarendinu það ekki aðeins komið til ykkar heldur alls heimsins og ber ávöxt og vex eins og það þegar gert við ykkur og svo Rómarbreinu 16 þá talar hvernig sko þetta hefur opinberast öllum þjóðum þannig að á vissan hátt á þeirra dögum þarna gerir svona ég hugsa Miðjarðarhafið kort af Miðjarðarhafinu heimurinn ekki svona í laginu að vissan hátt og þá fór þetta út alla heimsbyggð. Já, akkurat. Og á vissan hátt hefur fagnæði farið alla heimsbyggð. En á vissan hátt ekki heldur sko. En það sem mér finnst bara svo áhvert að velta upp að sko stundum þegar við lesum Biblíuna og við erum að lesa heimsendi þá getur verið það sé verið að vísa í eitthvað sem gerðist skömmu síðar. Já. Þó svo það eigi jafnvel við hvernig það mun gerast seinna. Að þá sé þetta spádómur eyðingu musterisins og Jerúsalem þann heimsendið sem þá átti sér stað sem að síðan kannski viðvörun sko, það sem kemur síðan mér. Já, sem sagt eigi bæði vísi til atburða á þeim tímum já. Og sé líka svona fyrirmynd þess sem gerast mun á enda tímunum. Sko, því að musterið, bara í Ópenbararbókinni, musterið rosalega sterkt þema já. En þegar Ópenbararbókinni skrifuð var búið að eyða musterinu og þess vegna finnst mér svo merkilegt að tala að heiðingarnir muni koma og þeir muni sko fótum tróða forgard musterisins en þeir geta ekki eyðilagt helgidóminn og það var búið að gera það. Það var búið að leggja musteri í rúst. Hvað að vera að tala um? Já, hvað musterið í dag? Við erum steinar sem mynda musteri. Það hægt að deyða okkur, það hægt að pynta okkur, það hægt að laska okkur en það ekki að snerta það sem innan með okkur. Það hægt að fótum tróða forgarðinn en þeir geta ekki snert helgidóminn. Mér finnst allan að ég lesi þetta svona og mér finnst það bara, ég fæ gæsahúð, mér finnst það geðveikt. Og það hægt að reyna að ofsækja kirkjuna, það ekki hægt að drepa hana. Bara, þú veist, sagan hefur sýnt. Það hægt að reyna, þeir svo skvetta sko olíu og eld. Bara hún bara frelsast fleiri. Þannig að ég segi ekki bring it on, en það svona næstu því. Já. Já. Við erum svona farin að nálgast endan. Já, nálgast endatíman. Við erum svona búin að fara við svona megnið af þeim spurningum sem við ætluðum að tala og ég ætla samt að gefa ykkur tækifæri áður en við hættum að svona koma með eitthvað sem kannski ykkur finnst ekki hafa komið fram en ein spurning barst eitthvað sem við höfum ekki talað beinleinis og það hver afstaða kirkjunnar sé til kenninga Calvins fyrirfram útvalningu. Eflaust vita ekkert allir hvað verið að ræða en það til dæmis tala mikið þetta í Rómverjabréfinu útvalninguna og náðina og verkin og allt þetta. En allavega, hver vill segja eitthvað þetta fyrirfram útvalning? Ég örstuðt kannski byrja
Kenning Calvins var svo að áður en heimurinn var grundvallaður Guð búinn að ákveða hverjir verða hólpnir og hverjir glatast. Þannig rauninni Guð ákveður fyrir þig og það af náð og þetta kemur fram þegar siðbótin eiga sér stað, þegar uppi voru kenningar að þú gæti með verkum unnið þér inn hjálpræði og þá þetta kannski svona ofur áhersla á náðina. Það svo mikil náð að þú getur ekki einu sinni valið að þiggja hana. Guð velur það fyrir þig. Og þetta kenning sem alveg, þeir sem að halda sig fast við þetta, þeir byggja þetta sannarlega á Biblíunni og sannarlega geta bent á vers máli sínu til stuðnings og þetta hluti af svona mjög heildsteyptu trúkerfi. Ég hins vegar, og ég get alveg sagt, ég held að allar hvítasunarkirkjur í heiminum hins vegar eru hinum megin við línuna. Við trúum því að það sé ábyrgð okkar að bregðast við. Að það sé vilji Guðs að allir menn komist til þekkingar á sannleikanum og verði hólpnir. Að Guð vilji ekki að neitt glatist og Guð getur ekki starfað gegn vilja sínum. Hann getur ekki ákveðið að fólk glatist ef viljan sér að enginn glatist. Þess vegna trúum við að þetta sé bara vald sem hann hefur gefið okkur hvernig við bregðumst við. Þannig ég get alveg sagt að hvítasunarkirkjan algjörlega hinum með við línuna þarna. Og hefur alltaf verið og ég held allar hvítasunarkirkjur bara víða veröld. Að þú myndast á Rómverjabréfið, þar eru vers sem mjög auðvelt að lesa þannig að Guð sannarlega gerir þetta, segir Guð getur valið hverja hann miskunnar og hverja hann forherðir. Ég les þá kafla þannig að Guð velur leiðina til hjálpræðis. Að þú getur ekki komið til Guðs nema á þeim forsendum sem Guð hefur útvalið sem hjálpræðisverk Jesú Krists. Að þó þú sért fullkomlega lögmálsheldinn gyðingur sem gerir allt algjörlega perfekt, bara því miður, það ekki leiðin sem Guð hefur valið til hjálpræðis og slæmar fréttir, þú getur ekki verið fullkominn. Þannig að það mun aldrei endast. Þannig að það mun aldrei heppnast. En Guð hefur valið forsendurnar og eina forsendan Jesús Kristur. Það svona mín túlkun. Þetta bara samanlötu því sem að Helgi sagði þetta. Þetta líka þessi kenning, hún fer svo mikið gegn því sem að ég held að sé grundvallaratriði í því hvernig við skiljum veröldina, eins og ég var að vísa áðan. Ef þú ímyndað að þú sért að fara að búa til nýjan heim og þú sért alls konar svona stillingar það hvernig þú ætlar að hafa þennan nýja heim, eitt af því sem ég held að Guð hafi lagt mjög snemma til grundvallar eða sé svona forgangsatriði hjá honum þegar hann býr til þessa veröld og okkur að við hefðum getuna til að elska hann með raunverulegum kærleika. Og ef að það svona grundvallaratriði að þá auðvitað þurfum við að hafa valkosti. Af því að eins og dæmi sem ég tek ofta, ég myndi setja kubb í eyrað á konunni minni þannig að þegar hún vaknar daginn eftir þá segir ég bara, hæ Ágúst, viltu te? Hún gæti ekki gert neitt annað en elska mig, þá hún bara hann róbót, það ekki raunverulegur kærleikur af því hún hefur enga valkost lengur. Þar af leiðandi finnst mér það liggja nokk í hlutarnas eðli að við höfum valkost og valkostur okkar hafa raunverulegar afleiðingar og þar leiðandi höfum við getuna til að elska Guð þannig að það raunverulega elska en ekki einhver róbótelska. Hlýtur líka að stríða gegn þessu grundvallar eðli Guðs að vera réttlátur Guð, að ef að einhverju væru bara ættu engan séns væru útvaldir til þess að glatast eða eitthvað slíkt. Það ekki svona brjálæðislega óréttlátt? Ég meina Guð réttlátur dómari, hann réttlátur. Já, svo náttúrulega en náðin náttúrulega ekki réttlát. Nei, en við erum alls samt sem með sama aðgang að náðinni, ekki satt? Það sem þessi kenning leggur áherslu á bara hversu vonlaus við erum í synd okkar. Það oft talað á ensku þetta kallað tulip, að það total depravity, þú ert algjörlega ófær gott vegna syndarinnar og svo hvað var aftur uðið, það var eitthvað unlimited eitthvað en svo segja þeir ellið er fyrir takmörkuð sáttargjörð að Jesús dó á krossinum ekki fyrir alla menn, hann dó fyrir hérna útvöldu
vegna þess að ef hann búinn að greiða gjald syndarinnar þá ósanngjarnt að aðrir taki út afleiðingar einhver sem búið að greiða fyrir. Þannig að hann dó bara fyrir útvöldu. Og svo kemur sko ómótstæðileg náð að þegar að Guð velur að frelsa einhvern, hann sendir þér náð sem bara, þú getur ekki staðið gegn henni, þó þú viljið það. Og svo var það P.ið sko úthald hérna frelsuð, að sko, ef þú hefur verið hólpinn, þá verður alltaf hólpinn og þú getur ekki glatast. Þannig ef einhver fellur frá, þá var hann aldrei hólpinn. Og ef einhver mann hvað uðið Bara svo það séu hreinu, þetta sérst ekki það sem við í Hvítasunarhreyfingunni stöndum fyrir. Sannarlega ekki, nei. Lilja, vilt þú bæta einhverju við þetta? Nei, einmitt. Mér langar kannski bara þá í lokin að því að einhvern veginn get ég alveg ímyndað mér að það sé eitthvað sem ykkur langar að koma fram fyrir sem hefur ekki komið fram í þessum umræðum og kannski bara að fara þá í röðina svona eins og við höfum haft í dag og Lilja, ef það er eitthvað sem að þú vilt svona að lokum segja eða sem þér finnst. Já, bara ítreka það sem hefur komið fram aftur og aftur að við horfum með von fram til endatímana vegna þess að Jesús hefur sigrað og við bara þurfum að vera viðbúin hvenær sem það eða hvernig sem það verður að við erum viðbúin hverjum einasta degi. Já, og ég myndi segja kannski að halda sig við aðalatriðin eins og það hvað Biblían alveg skýrum, hún skýrum það að sko hvort sem að ég dey skyndilega eða missi heilsuna eða Jesús kemur aftur að það kemur dagur þegar að ég hef sagt mitt síðasta orð því ég get engu breytt verk mín og hvernig ég hef lifað og þá kemur þessi spurning hvernig vildi ég þá hafa lifað að lifa þannig að þegar að öllu lokið þurfi ég ekki að horfa tilbaka með eftirsjá það skiptir miklu máli en líka bara, en samt sko halda sig við aðalatriðin Jesús kemur aftur, við vitum það þessi heimur endar, við vitum það og við erum hólpin af náð fyrir trú óverðskuldað sem gjöf Guðs og við erum hans börn fyrst og fremst og Jesús segir okkur þegar þið sjáu þetta koma fram þá hefjið upp höfuð ykkar því hjálpræð ykkar í nánd ekki óttast sagt 365 sinnum þannig að lesa eitt svoleiðis þess á dag í Biblíunni við höfum ekki að óttast við höfum ekki að hræðast og svo mikilvægt við erum trú allt til dauða við erum í hópi þeirra sem sigra Sammála þessu öllu saman. Mér langar að enda bara á að lesa það sem eru svona mín uppáhaldsvers í Rópabyrjunarbókinni, í Rópabyrjunarbókinni 11:15-17. Það stendur: Drottinn og Kristur hans hafa fengið vald yfir heiminum og hann mun ríkja aldir alda. Og öldungarnir 24 þeir sitja fram fyrir Guð í hásæti sínu féllu fram á ásjónu sínu tilbáðu Guð og sögðu: Við þökkum þér Drottinn Guð, þú alvaldi, þú sem ert og þú sem varst, að þú hefur tekið vald þitt hið mikla og gjörst konungur. Og það sem mér finnst meðal annars svo frábært við þessi vers er að það setur svo vel í samhengi að akkurat núna að þá á vissuleyti hylur Guð sig. Hann leyfir ýmsa að gerast sem hann myndi frekar vilja að gerist ekki. En Rópabyrjunarbókin lýsir því þegar hann tekur vald sitt og gerist konungur með virkum hætti og leyfir ekki þessu rugli lengur að halda áfram. Það verður ekki alltaf fallegt þegar það þarf að stöðva hið illa, en við tilheyrum þessum frábæra konungi sem er fullar af kærleika, fullar af náð, en líka fullar af réttlæti til þess að koma og ríkja, stöðva hið illa og við förum við honum inn í eilíðina. Amen. Takk fyrir það. Ég held að við ættum nú bara að gefa þessum þremmenningum hérna klapp svona í lokin. Já, eða ekki, ef að byrja þér. Já, ég vil bara þakka þeim fyrir frábær svör og ég vona að við séum einhvers vísari. Mér langar að segja ykkur samt hérna smá að við fjölskyldan eigum tuðru og þeir sem viti ekki hvað tuðra er þá er það svona slöngubátur, gúmbátur með utanborðsmótor og við elskum að fara á sjó og þegar það kemur fyrir á sumrum eins og þessum að það kemur kannski einn og einn góður dagur að þá reynum við að fara á sjó og það sem við gerum áður en við förum í bátinn okkar að það er að fara í björgunarvesti
Og við setjum fæturnar í ólarnar, við setjum hendunar í þar til gerð göt, við rennum upp, við festum ólarnar vel á, þannig að vestið sé fast á okkur á réttum stað og svo förum við frá bryggju. Og það bara þannig í lífinu að við þurfum að hafa Krist með okkur, við þurfum að íklæðast Kristi. Þegar við förum á sjó þá ekki nóg að henda björgunarvestunum bara í bátinn og hafa þau þar. Og svo ef skeið kynni að kemur óla á bátinn og eitthvað vesen yrði, að þá að fara að klæða sig í vestin. Það svo mikilvægt í dag að íklæðast Kristi. Foreldrar mínir eiga sumarbústað og það þannig að þegar maður kemur inn á sumarbústaðlandi þá hlið og það þarf að hringja þetta hlið. Það var ekki nóg fyrir mig að fá bara uppgefið símanúmer, ég geti bara hringt í hliðið þegar mér deitti í hug. Þau þurftu að skrá síman minn svo ég geti hringt og það eru nokkrir sem að hafa aðgang á þessu hliði. Guðni hefur ekki aðgang á hliðinu og börnin mín hafa ekki aðgang á hliðinu. Ég hef aðgang á hliðinu vegna þess að ég dóttir föður míns. Og það sem skiptir máli að ég persónulega og við persónulega gefum Jesum Kristi líf okkar og séum þvegin í blóði hans. Og þá getum við sannarlega fagna komu hans og þessa tíma sem framundan. Daginn þá héldum við útskriftarveislu. Við vorum búin að ákveða að hún ætti að vera vissan dag og klukkan 3. Við vitum ekkert hvenær Jesús kemur aftur, á hvaða degi eða klukkan hvað, þó að margir tali þannig, en við vitum ekki daginn í stundina. Það sem við gerðum þegar að við sáum fram á það að dóttir okkar myndi klára skólan og útskrifast, að þá fórum við að undirbúa veisluna. Ég fór að baka og við fórum að bara gera það sem þurfti. Þegar að fólki kom, þá var allt tilbúið og við gátum boðið fólkinu inn og það var hreint og það var fullt að borða og bara áttum dásamlegan tíma saman. Það skiptir máli, við vitum þegar við tökum á móti Jesú Kristi að dag einn mun hann koma aftur. Það skiptir máli að undirbúa komu hans í dag. Það segir í Opinberunarbókinni 3. kafla og 20. versi: Sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og líkur upp, þá mun ég ganga inn og neita kvöldverðar með honum og hann með mér. Hvað dásamlegri en eiga einmitt kvöldverð með vinum okkar? Og hvað þá með Kristi? Það sem við getum verið í samfélagi saman og þannig undirbúið okkur undir komu hans. Þannig að ég hvet okkur bara í dag að halda áfram göngunum með honum. Halda fast í hann, vera íklædd vestinu. Já, hann bara dásamlegur. Hann vegurinn, hann sannleikurinn, hann lífið, eins og stendur í Jóhannesi 14. kafla og 7. versi. Enginn kemur til föðurins nema fyrir hann. Þannig að Drottinn bless ykkur og ef þið hafi fleiri spurningar, ef þið ekki viss hvar þið standið, leitið að einhverjum sem þið treystið, talið við og fáið að biðja saman, af því það er svo gott og einmitt á svona stað, þar sem við erum svo mörg saman komin, margar samkomur eftir. Þannig að nýtum bara tíman vel og gerum okkur klár og helgum líf okkar Jesú Kristi. Amen. That you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing.
of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Já, þetta var frábærar pallbársumræður í beinni útsendingu frá Kotmóti endatímana og mjög fróðlegt, og ég hvet ykkur bara til að lesa opinberabókina og kynna ykkur málið bara út frá opinberabókinni, lesa bara opinberabókina frá A til Ö í gegn og já, bara svona kynna ykkur málið hvað Biblían hefur að segja þetta allt, og þau komu inn á mjög margt. Og það sem mér finnst mjög gott við þetta er það að við þurfum ekkert að óttast þegar þess að Jesús Kristur, hann er okkar besti vinnur, eins og kom fram í laginu núna í lokin, og hann er okkar besti vinnur og hann hefur tekið dóm okkar á sig, og fyrir mitt leyti að þá horfum ég á þessa tíma hérna á jörðinni sem bara mest spennandi tíma bara sem hafa verið, og við lifum á bara mest spennandi tímum sem hafa verið, og hérna við getum alltaf hort fram til verðlaunanna á himni, til sigurlaunanna að hérna keppa markinu og fá sigurlaunin. Og það segir í Mattheusarguðspjalli 7. kafla að þegar við förum einin í herbyggi og við byggjum til föðurs okkar á himnum, þá fylgja því laun, og það eru laun bara í því að eiga samfélag við Jesú Krist, og þegar við eigum samfélag við Jesú Krist þá þurfum við ekkert óttast. Hann er okkar friður, hann er okkar velun, og þegar við deyjum þá fáum við að vera með honum alla tíma. Og ég ætla svona að bara fara að kveðja, og áður en ég kveða þá ætla ég að lesa upp dagskrána sem er hérna á Kotmóti, og það sem er framöndan er það að það er karneval klukkan 14 á Hvolsvelli
og síðan verður afmælishátíð barnamóts klukkan 15:30 og bænastund í bíósal í kjallara kirkjunar klukkan 16 og kvöldsangama klukkan 19 og það ræðumaðurinn Andreas Nielsen sem að mun flytja okkur Guðs orð. Og svo verður varðöldur klukkan 22 kvöld. Þannig ef þú ert ekki komin á Kotmót, þá bara að gera að nýta sér þetta góða veður og keyra bara á Kotmót. Keyra hingað upp í kirkjuleikakot og taka þátt í þessu með okkur. En ef þú getur ekki tekið bíltúr hingað upp yfir þá bara að gera hlusta í beinni. Frábært. Og ég ætla að spila núna lag sem að heitir Festival of Joy.